Björgunarsveitir þurftu að hjálpa nokkrum göngumönnum niður af Fimmvörðuhálsi í dag vegna ofkælingar. Gosið stöðugt og litlar breytingar hafa orðið síðasta sólarhring. Flugumferð yfir Atlantshaf, þar með talið til og frá landinu, gæti stöðvast ef Katla gýs. Slíkt ástand gæti jafnvel varað mánuðum saman. 300 þotur fara íslenska lofthelgi á degi hverjum. Mjög kalt var á Fimmvörðuhálsi í dag og þurftu björgunarsveitir að hjálpa allnokkrum göngumönnum niður af hálsinum. Sumir þeirra voru orðnir hraktir og kaldir. Gríðarlegur ferðamannastraumur hefur verið að gosstöðvunum, heldur færri hafa þó lagt leið sína þangað í dag en í gær. Þá átti fólk fótum fjör að launa þegar gufusprengingar urðu í hraunjaðrinum. Það óhætt að segja að hér rigni bæði eldi og brennisteini. Björgunarsveitir fylgjast vel með og passa það að engir fari hérna vestu fyrir gosstöðvarnar, en það getur verið hættulegt vegna þess að fólk getur orðið innlyksa út af hrauninu. 100 manna hafa gengið frá skógum að eldstöðinni á Fimmvörðuhálsi. Flestum hefur farnast vel en björgunarsveitamenn hafa þó þurft að aðstoða fólk sem treysti sér ekki til baka vegna þreytu, kulda eða meiðsla. Það var svona í það erfiðasta fyrir suma en þetta gekk allt saman. En það sumir kannski vilja vera betur trimmaðir. Og hvernig líst ykkur á ykkur hérna? Ég hef nú bara aldrei séð eldgos svona nálagt. Heilu fjölskyldurnar hafa skoðað eldstöðina sem við sjáum á þessum myndum sem Vilhjálmur Þór Guðmundsson, myndatökumaður sjónvarpsins, tók í gær. Ég bjóst ekki við að þetta var svona stórt. Ég held ég geti hér sagt að ég sé orðlaus, það gerist nú ekki oft með mig. En þetta er náttúrulega bara stórkostlegt, þetta er náttúrulega bara dásamlegt, þetta er eiginlega himneskt finnst mér. Miklar bollaleggingar eru hvað nýja fellið eigi að heita. Þetta er náttúrulega himnasending, þannig að nú er hægt að tala eitthvað skemmtilegt og gera eitthvað skemmtilegt, þannig að væri himnasending ekki bara svolítið gott. Og það ekki nóg með að hraungrýtið þeytist upp í loft, heldur stefnir það til annarra landa. Still hot, little bit. And what are you going to do with it? Just a souvenir in my home. Þeir sem ekki treysta á 2 jafnfljóta notast við vélsleða, jeppa, fjórhjól, mótorhjól og jafnvel reiðhjól. Flugumferð allnokkur, bæði þyrlur og flugvélar, en gengur ekki alltaf áfallalaust. Fisflugvél hlekkist á. Það kom snögg vindhviða þannig að flugvélin skall niður, skrúan brotnaði, framhjóli beyglaðist og kom brot í annan vænginn, en flugmanninn sakaði sem betur fer ekki. Niðri við hraunjaðarinn í gær var hálfgerð útihátíðarstemming. Bara 5 klukkutíma komingu upp yfir. Það var alveg svirðið sko. Það var alveg geggjað. Þó svo allt virðist með kyrrum kjörum geta aðstæður breyst hratt. Þegar ísinn undir hrauninu bráðnar og síður myndast mikill þrýstingur og loks verður gufusprenging sem þeytir grjóti í allar áttir og þá er eins gott að taka til fótanna. Flugumferð yfir Atlantshaf gæti stöðvast ef Katla gýs. Flugvöllum á Íslandi gæti verið lokað jafnvel mánuðum saman. Vegna gossins á Fimmvörðuhálsi hafa starfsmenn flugstóða verið í aukinni viðbragðsstöðu gagnvart mögulegu Kötlugosi og öskufalli sem því gæti fylgt. Á sunnudag var flugvöllum lokað tímabundið, en ef til Kötlugos kæmi gæti það raskað flugsamgöngum mun meira. Ef að Kötlugos verður þá mjög líklegt að askan muni fara til Bretlands í þá átt og hún getur farið ansi hratt yfir. Hún getur þess vegna farið á 1–2 sólarhringum í kringum hnöttinu og aftur til Íslands. En miðað við áttirnar og hvernig það eru svona dagstæðarlega að þá mjög líklegt að hún fari þá átt. Á hverju einasta degi gerum við áætlun það að Katla gjósi og svo áætlun er send út í heim á hverjum degi. Þannig að ef að Katla byrjar að gjósa á eftir að þá hafa þessir aðilar sem þetta varða áætlunum miðað við ríkjandi vindátt hvert askan fer. Á Íslandi séu 4 flugvellir sem nýta mætti til millilandaflugs. Auk Keflavíkur væri unnt að lenda í Reykjavík, á Egilsstöðum og á Akureyri. Ef að Katla gýs að þá mun flugvöllum mjög líklega vera lokað en ólíklega allir í einu. Flugvellir getur lokað mánuðum saman og flug yfir Atlantshaf geti stöðvast. 300 þotur fara íslenska lofthelgi á degi hverjum að meðaltali. Það geta haft gífurleg áhrif. Sérstaklega ef vindáttin er þannig að askan fer hratt yfir, að þá getur hún raun og veru myndað ákveðin vegg frá Íslandi og niður eftir niður á Ítalíu. Hún kæmist ekki þarna milli Evrópu og Ameríku í ákveðin tíma. Hætta er á gufusprengingum á Fimmvörðuhálsi þar sem öskulag kemur í veg fyrir að snjór og hraun snertist. Jarðeðlisfræðingur varar við ferðum niður í hraungilin.
Hraun rennur nú ofan á snjó á Fimmvörðuhálsi og skapar hættu og gufusprengingum að sögn jarðeðlisfræðings. Hann varar fólk við ferðum ofan í Hruna og Hvannárgil af hraunstraumnum vegna eiturgufa og sprengjuflóðahættu. Landhelgisgæslan flaug með vísindamenn yfir Fimmvörðuháls í gær. Þar náðust myndir af nýjum hraunfossi sem fellur í Hrunagil, litlu austar en fossin sem féll þar áður. Núna eru því 2 virkir hraunfossar og steypist hinn ofan í Hvannárgil. Eitt af því sem er sérstakt við gosið í Fimmvörðuhálsi er að sums staðar er einangrandi og þykkt öskulag ofan á snjónum. Það rennur því hraunið yfir snjóun án þess að bræða hann strax. Hraunið getur hins vegar brætt snjóun hægt og soðið vatnið. Vatnsgufan tekur 1300 sinnum meira pláss en vatnið og þrýstir því sem fyrir er frá sér og við það getur orðið gufusprengingar. Fólk verður að fara varlega við hraunjaðarinn og sérstaklega þessi gufur stígu upp af hraunjaðarinn, þá er það vísbendingum það að þar undir sé vatnasjóða og þar geta komið gufusprengingar. 20 til 25.000 manns lögðu leið sín í Fljótshlíð frá 50 til gærkvölds til að sjá gosið. Nokkur þúsund manns fóru nær eða upp á hálsinn, ýmist gangandi eða á ökutækjum. Magnús Tumi varar fólk við því að fara niður í gilin þar sem hraunið rennur. Það ætti enginn að fara ofan í þessi gil. Hættan þar er gas. Það getur legið gas í dældum og þá allt í einu bara ekkert súrefni lengur ef fólk lendir ofan í slíkri dæld og þá bara líður það út af. Og á svona stað er enginn til að bjarga því. Í öðru lagi getur orðið sprengingar þannig að grjót þeytist í allar áttir. Þriðja hættan er svo að hraunið síðan stífla upp ár og búa til uppistöður og síðan reiðist það fram. Tugir manna lögðu leið sína í Þórsmörk í dag til að ganga að gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi. Slysavarnarfélagið Landsbjörg hvetur fólk til að undirbúa sig vel og fara gætilega. Fjöldi fólks lagði leið sína í Þórsmörk í dag, margir til að ganga upp að gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi. Vegurinn inn í Þórsmörk var opnaður í hádeginu. Þá þegar biðu menn þess með eftirvæntingu að komast inn í mörkina sem hefur verið lokuð fyrir umferð frá því gosið hófst. Það er ekki nema hálfur sigur unnin þótt búið sé opna veginn inn í Þórsmörk, því hér í Góðalandi finnur maður aðeins reikin á réttunum en þarf að leggja á sig talsverða göngu til að sjá gosið sjálft. Já, við ætlum að labba upp á Mórisheiði og svona, þannig að við fáum gott útsýni yfir gosið. Já, mér finnst eiginlega að við séum svo heppin að það sé verið að opna Þórsmörkin einmitt í dag þegar við ætlum bara að fara Fimmvörðuhálsinn. Ef maður er að ganga frá skógum þá hefur maður ekki, þá sér maður ekkert mest allir gönguna og það er náttúrulega miklu lengri ganga. Meðan hérna getum við gengið bara stutt á leið en þá sjáum við væntanlega hraunrennslið miklu betur og því sjáum við það framan á það í staðinn fyrir að þurfa að klöngrast eitthvað og reyna að horfa niður. Sko við gerum ráð fyrir að við göngum í svona 4 til 5 tíma og ætlum að njóta þess í botn af því að þetta er fyrsti dagurinn það sem er svona hlutfallslega hlýtt, getum við sagt. Og ég hlakkar rosalega til að sjá þessa fossa, þessa hraunfossa. Það er það sem trekkir. Tvennar stillongs, göngubuxur, vindbuxur, stillóngsbólur, ullapeysa, flíspeysa, dúnúlpa, loðhúa og finnsku lúfurnar. Ég var að ganga til sjáur eldgós. Ég gera myndir. Já, það er að hafa sér nóg að borða og drekka og ekki vil maður drekka einhver bannitrað vatn eða einhverjum efnum í. Það er spóð að vara á því, það sé kannski ekki holdt og gott. Og Slysavarnarfélagið Landsbjörg hvetur fólk til að huga vel að veðri og búnaði sínum ef það ætlar að skoða gosstöðvarnar páskana. Mikilvægast er að gæta veðri og veður útliti, klæða sig í samræmi við það og velja leið eftir því hvers konar faratæki farið er á. Til dæmis ef fólk eru á fólksbíl þá er það Fljótshlíðin sem við mælum með og ef fólk eru sérútbúnu jeppum þá eru það fleiri möguleikar sem koma til greina. Það er þá hægt að fara inn í Þórsmörk eða keyra hugsanlega yfir Mýrdalsjökul en allt þetta krefst undirbúnings. Allt krefst þetta undirbúnings og að fólk gerir sig grein fyrir takmörkunum sínum. Óvanir ættu aldrei að leggja á jökul eða erfiða leiðir án fylgdar vanra manna. Menn þurfa að vera vanir jöklaferðum til að fara á jökulinn. Þeir sem eru í góðu formi og velbúnir geta svo gengið frá skógum upp á Fimmvörðuhálsinn. Ef þörf er á aðstoð eða leiðbeiningum verða björgunarsveitarmenn á vakt í Þórsmörk og á Fimmvörðuhálsi yfir páskana. Á jöklinum og ekki síst á gönguleiðinu á Fimmvörðuháls er mikilvægast að búa sig vel. Það hefur verið nokkuð það að fólk er að leggja á Fimmvörðuhálsinn vanbúið. Það er ekki í nægilega hlýjum skjólflíkum, ekki vindheldum
og þetta eitthvað sem mjög mikilvægt að fólk fari vel yfir og nái sér í upplýsinga. Það eru mikið upplýsingum á netinu, hvernig á að búa sig í fjallaferðum og hvernig fólk að sækja sér þessar upplýsingar og fara eftir þeim. Myndirnar sem við höfum séð hér tók Ómar Ragnarsson í gær og sést það meðal annars Hraunfossinn sem fellur ofan í Hraungil. Girðingar hafa verið settar upp við hraunjaðarinn á Fimmvörðuhálsi til að gestir fari sér ekki að voða þar. Fulltrúi almannavarna segir að framferði fólks á svæðinu hafi valdið vonbrigðum. Lögregla girti í dag af hraunið sem runnið hefur á Fimmvörðuhálsi. Umferð svæðið hefur verið að aukast jafnt og þétt síðan opnað var inn í Þórsmörk í gær. Stór hætta skapaðist við gufusprengingu sem þeytti hraunmolum að fólki sem statt var nálægt. Það búist við mikilli umferð ferðafólks á Fimmvörðuháls og í Þórsmörk næstu dagana til að sjá gosið og hraunstraumana sem frá því liggja. Lögregla og björgunarsveitir verða með viðbúnað. Í dag voru settar upp varnarlínu við hraunið á Fimmvörðuhálsi. Við héldum að það væri nóg að vara fólk við að segja því að vera ekki að nálgast hraunið, það er sérstaklega það sem eru gufumekkir af því, en það virðist ekki duga til, þannig að það verið að setja upp borðar svona til þess að leiðbeina fólki að halda sig í hæfilegri fjalla. Við sjáum það þegar þessar gufusprengingar eru að verða. Það var að kasta 3-4-5 kíló af steinum, 250-300 metrar upp í loftið og svo til hliðar og það lifir það enginn af að fá það í sig. Við heyrðum að sleðamönnum sem voru við Hvannárgils þegar það var gufusprengjing þar, fyrst þegar hraunið byrjaði að renna þar niður og það rigndi í kringum þá steinum, eins og segja allt upp í þetta 3-4 kíló af steinum og þeir prísa sig sæla að hafa ekki orðið fyrir neinu þeirra. Hruna og Hvannárgiljum þar sem hraun hefur runnið niður verður lokað vegna hættu á banvænum eiturgufum sem leggur frá hrauninu. Þar verður lögregluvakt. Lang flestir eru þarna vel útbúnir og tilbúnir í þær aðstæður sem eru þarna uppi. Það er mjög kalt og hvasst og mönnum verður hrollkalt á stuttum tíma en svo sjáum við inn á milli fólk sem hefur alls ekkert erindi þarna og ber ekki þá virðingu fyrir þessum náttúruöflum sem þetta er á ferðinni sem þarf að vera. Og hegðun þeirra hefur valdið vonbrigðum með eitthvað? Já, ég held að ég get að segja annað en við erum orðið frekar skúffaðir yfir hvernig sumir hegða sér. Yfir 1000 stiga hiti hefur mælst í kanti hraunsins á Fimmvörðuhálsi. Hraunbreiðan er nú orðin tæpur ferkílómetri að flatarmáli. Gosið á Fimmvörðuhálsi hefur nú staðið í 11 daga. Á þessum þrívítamyndum sem Eyjólfur Magnússon hjá Háskóla Íslands hefur gert, sjáum við hvernig hraunið úr gígnum hefur verið að breiðast út og skríða niður í Hraunagil og Hvannárgil. Þessar myndir eru byggðar á gögnum frá Landhelgisgæslunni, þau nýjustu síðan hádegið í dag. Hraunbreiðan er nú orðin rétt tæpur ferkílómetra að flatarmáli. Kvikan er gríðarlega heit yfir 1000 stig sums staðar, eins og sérfræðingar frá íslenskum orkurannsóknum komust að. Þeir náðu þessum einstæðu myndum á föstudaginn síðasta með hitamyndavél sem mælir geislun frá hrauninu. Við mældum hæst 1020 gráðu hita í hraunkantinum. Þar sem kanturinn hafi brotnað og það glitti í kvikuna fyrir innan, áminning fyrir þá sem þarna koma og hætta sér nálagt hrauninu. Þessi hæsti hiti sem við mældum, það bil rúmlega 1000 gráður, var í svona opi í hraunkantinum alveg við endan á hrauninu og þar var yfir 1000 stiga heitt þrátt fyrir að allt í kring sé gosefni búið að kólnast töluvert. Þetta eru fyrstu hitamyndirnar af gosi sem teknar eru hér á landi af jörðu niðri, svo vita sér til. Þarna sést hraunið og kvikan í nýju ljósi, ef svo má segja. Og þetta gefur vísbendingar gerð kvikunar, segir Gunnlaugur. Hitinn af kvikunni sem kemur upp ræðist af efnasamsetningunni á gosefninu. Og þetta segir, það er svo sem það sem þetta er að segja okkur og hvað bræðslumark þessara gosefna er. Og okkur var að berast glæný frétt rétt í þessu en jarðfræðingar sem nú eru staddir á Fimmvörðuhálsi segja að ný sprunga hafi myndast á gosstöðvunum norðvestur af núverandi sprungu. Ármann Höskuldsson jarðfræðingur segir að nýja sprungan sé á við Hvannárgil og geti þýtt að gosvirknin sé nú að færast niður gilið. En við segjum sjálfsögðu nánar þetta í fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Komið sæl, nú hefjast seinni fréttir hér í sjónvarpinu og við byrjum af sjálfsögðu á nýjustu tíðindum en ný gossprunga opnaðist á Fimmvörðuhálsum klukkan 7 í kvöld. Svæðið næst gosstöðvunum var rýmt og fólk var flutt á brott með þyrlum. Hraun rennur úr nýju sprungunni niður í Hvannárgil. Almannavarnir segja að búið síðan á stjórn á vettvangi við gosstöðvarnar. Ferðamönnum við gosstöðvarnar hefur verið snúið aftur til skóga og niður í Þórsmörk og einnig hefur farartækjum á Mýrdalsjökli verið snúið til baka. Byggð umhverfis Eyjafjallajökul er ekki talin stafa hætta af nýrri gossprungu á Fimmvörðuhálsi. Nýja sprungan er í norðvestur frá gígnum sem fyrir var á Fimmvörðuhálsi og þar hefur virknin aukist jafnt og þétt frá því klukkan 7 í kvöld þegar hún opnaðist öllum að óvörum.
Þessar myndir eru úr vefmyndavél Mílu sem staðsett er á Fimmvörðuhálsi og sýna að gosið hófst klukkan 6:08 í kvöld. Hópur jarðvísindamanna var staddur á þessum slóðum í dag, þeirra á meðal er Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur. Já, þetta er svona frekar stutt sprunga, hún er kannski einhverjir 300-400 metrar, liggur í norðvestur og er vestan megin við gíginn sem hefur hlaðist upp. Hópurinn horfði á sprunguna opnast. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður var með í för á Fimmvörðuhálsi í dag. Við komum hérna rétt fyrir 7 með vísindamönnunum og þá bara sáum við sprunguna myndast. Virknin aukist mikið síðan og nú virðist þetta hraunstraumurinn náttúrulega liggja niður Hvannárgilið. Það eru miklu skýjabólstar sem koma upp úr gilinu þar sem greinilega hraunstraumurinn er að mæta snjónum. Já, við bara sáum hann að vera til, hún bara opnaðist fyrir framan augun á okkur og svo ekst krafturinn bara hægt og rólega. Er mikill kraftur í henni núna? Já, hann er náttúrulega ekki. Lítil sem engin merki sáust á mælum Veðurstofunnar í kvöldum að ný sprunga var að opnast á þessum slóðum. Ármann telur líklegast að þarna hafi kvikan úr rásinni sem fyrir var brotið sér nýja leið upp á yfirborðið. Þetta sé í raun sama gosið, en hraunrennslið hefur hins vegar aukist. Ekkert lát er á rennsli úr eldri sprungunni og hraunið úr þeirri sem opnaðist í kvöld rennur þráðbeint niður í Hvannárgil. Þetta kom náttúrulega, já, vissulega kom þetta óvart, en það er náttúrulega líka ljóst að strókavirknin hefur minnkað, en það er mikið hraunflæði en það er í gangi. Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkjuð á 8. tímanum í kvöld. Þar er Ægir Þór Eysteinsson fréttamaður. Ægir, hvað segja menn í Skógarhlíðinni núna? Já, við skulum bara fara beint í það. Víðir Reynisson, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra er hérna hjá mér. Víðir, þessi sprunga opnaðist 7-leytið, hún er cirka 200 metra breið. Þarna var fullt af fólki þegar þetta gerðist, var það í hættu? Já, þeir sem voru næst sprungunni og höfum fréttir af því að fólk hafi verið mjög nálægt þegar sprungun opnaðist og það fólk var klárlega í hættu. Er fólk í hættu núna? Nei, það stafar engum hætta þessi byggð og við erum búin að koma fólki af hættusvæðinu, þannig að við teljum að engi sé í hættu eins og staðinu núna. Hvernig er staðan nákvæmlega? Þið eru búin að rýma þarna svæðið og hvað nú? Við sem fórum strax í það þegar þetta kom upp að tekin ákvörðum að rýma svæðið næst eldstöðinni og gönguleiðinni upp eldstöðinni frá Þórsmörk og fengum aðstoð við þyrlu til að flytja fólk þar í burtu. Við vissum ekki hver atburðarásin yrði, þannig að við tókum engar áhættur á því. Og síðan höfum við bara náð tökum á þessu máli, þannig að koma fólkinu í örugglega í burtu og munum fylgjast áfram með þessu en lokuðum öllum leiðum að svæðinu og munum endurskoða þá ákvörðun á morgun en atburðarásin verður bara nóttum verið að leiða það ljós hvert hún leiður okkur varðandi opnun aftur á svæðið. Voru engir fyrirbúðar að eitthvað væri að fara að gerast? Nei, þessi atburður hverfur bara inn í óróan af yfirstandandi gosi þarna bara nokkur hundruð metrum frá, þannig að það er ekkert sem að engin fyrirbúð, en þetta kom okkur kannski heldur ekkert svo óvart. Við erum búin að tala um það getur verið breytingar á eldstöðinni, eldgosi eru bara þannig að það er ekkert að rekna út nákvæmlega hvernig þau hegða sér. En þessi nýja sprunga, hefur hún haft einhver áhrif á fyrri sprunguna? Nei, það er ennþá jafn mikill kraftur í þeirri sprungu og þyrluflugmenn sem voru hann yfir áðan sögðu okkur að það væri mikill hraunstraumur frá eldri sprungunni í Hraunagilið og síðan mikill hraunstraumur frá þessari nýju í áttina að Hvannárgilinu. Þið heldur stuttan símafund áðan með Magnúsi Tuma Guðmundsssyni, jarðfræðingi. Hvað sagði hann ykkur, hvað varðar jarðfræðina? Nú, hann telur að þetta hafi opnast bara á gosarásinni, þannig að liggur gosarásin grunnt eins og þekkt er og þetta sé sjálfur ekki óeðlilegur atburður út frá því en kannski erfitt að meta hvað gerist næst og við ætlum að horfa á þetta næstu 10-12 klukkstundar og sjá hvernig málið þróast. En hann virti svona heldur rólegur yfir þessu öllu saman, enga síður. Já, honum fannst þetta ekkert óeðlilegur atburður í þessari atburðarás og við megum vona á einhverjum svona breytingum á þessu og þetta bara minnir okkur á það að það þarf að fara mjög varlega í kringum eldstöðvarnar, þetta getur breytt sér og hlutinni gerast hratt. Þannig að svæðið lokað og ákvörðun framhaldi tekin hádegisbil á morgun. Já, það má reikna með því að vera það leyti sem við veitum betur hvernig staðan er og getum metið þetta. Takk kærlega fyrir þetta, Víðir, og þar með segjum við þessu lokið héðan úr Skógarhlíð. Takk fyrir það, Ægir Þór, og við þetta má bæta að jarðskjálftamælar Veðurstofu Íslands sýndu engan óróa eða aukna virkni í dag. Gunnar B. Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni sem stendur vaktina í kvöld, segir líklegustu skýringuna þá að hraunið sé orðið svo heitt og deigt að þegar sprungan opnist merki mælarnir það ekki.